Atvinnupúlsinn í Skagafirði gerður í samstarfi við Fisk Seafood, Kaupfélag Skagfirðinga og Sveitafélagi Skagafjörð. Komið sæl og velkomin í Atvinnupúlsinn í Skagafirði. Þetta 8. og jafnframt síðasti þáttur í þessari þáttaröð, þar sem kastljósinu hefur verið beint að atvinnumálum í Skagafirðinum. Fyrsti viðmælandi okkar verkefnastjóri atvinnumála hjá Sveitafélaginu Skagafirði. Það hafa orðið talsverðar breytingar í atvinnumálum á undanförnum árum. Geturðu svolítið dregið þær saman fyrir mig? Já, það sem kannski helst að gerast það að burðarásarnir hér hafa verið og eru þetta matvælaframleiðslan, sjávarútvegurinn, mjólkurframleiðsla, kjötframleiðsla og fleiri þættir í þeim dúr. En við erum alltaf að sjá meira og meira fullvinnslu og aukinni verðmætasköpun, aukinni nýtingu afurða. Þannig að þetta náttúrulega gott fyrir umhverfið, þetta gott fyrir verðmætasköpun. Við sjáum prótínverksmiðju hjá Mjólkursamlagi KS, við sjáum Prótís, þar sem verið að vinna úr fiskprótíni. Önnur náttúrulega öflug atvinnugrein sem að vaxa eins og víðast hvar á landinu ferðaþjónustan. Þetta örugglega sú grein sem að skapar flest störf af þessum nýju störfum, bæði hér í héraði og annar staðar. Ég var nú svona að reyna að finna hvort það væri til eitthvað tölfræði samantekt fyrir þetta fyrir héraði og það nú svolítið erfitt að finna þessar óperu samantektir en það eru í það minnsta tugir starfa sem hafa skapast hérna undanförnum árum og stór hluti af þeim kemur úr ferðaþjónustu og nokkuð stór hluti kemur úr aukinni fullframleiðslu vara. Ef við tökum bara hvernig hlutverk sveitarfélagsins Skagafjarðar hefur breyst í gegnum árin frá því að vera kannski mikil gerandi í atvinnumálum. Hvert hlutverki í dag? Hlutverk sveitarfélagsins og sveitarfélag almennt fyrst og fremst að búa fyrirtækjum og atvinnulífi gott starfsumhverfi. Tryggja það að hér sé gott að búa, hér sé virkur húsnæðismarkaður, hér sé gott að ala upp börnin, gott fyrir fjölskyldur að setja stað, leikskóli, grunnskóli, félagslíf, tómstundir, íþróttir og þetta allt eitthvað sem við höfum lagt mikla áherslu á. En eins og þú segir réttilega kannski hlutverki svona fara frá því að sveitarfélögin séu beinn atvinnu þáttakandi eða fjárfestir í atvinnufyrirtækjum yfir það að vera þessi alltumlíkjandi stuðningsaðili. Svona ef við förum aðeins í hugmyndir, þær taka oft langan tíma að verða að veruleika. Í hverju felst það kannski að koma inn hérna með hugmynd til þín, hvert setur hann og hvað svona, við tökum bara sem koltrefjaverksmiðjuna sem dæmi, hún ekki gott dæmi það? Hún mjög gott dæmi. Hugmyndir sem koma hingað inn að borð allt frá litlum hugmyndum frumkvöðla sem að kannski 90% verða ekki að veruleika, það bara eðli þessara starfsemi. Sem betur fyrir eitthvað 5-10% verða veruleika og við höfum séð sprota sem hafa vaxið upp hérna og skapað störf á undanförnum árum. Og svo eru önnur stór verkefni bæði hér hjá okkur og á Norðurlandi vestra öllu. Þú nefndi koltrefjaverksmiðju, gagnaver á Blönduósi og hér, hugmyndir álframleiðslu hérna á Hafustöðum. Þetta eru allt verkefni sem taka ár og áratugi. Og það eru ýmis ljón í veginum þar. Þetta eru náttúrulega atvinnustarfsemi sem skapa mikið fjölda starfa en þarf að reiða sig á gríðarlega sterka innviði eins og raforku og afhendingaröryggi. Þegar hann komið vel inn á það í þessum þáttum að það mikið framöndan í því. Rarik að fjárfesta núna fyrir milljarð þegar mann rétt. Landsnet var að kynna núna á útboðsþingi hjá samtökum iðnaðarins að þeir eru að fjárfesta fyrir 2,2 milljarða í Skagafirði. Og það skiptir náttúrulega gríðarlegu máli að fá afhendingaröryggi hingað á krókinn og hingað í Skagafjörð því að þú gerir ósköp lítið án þess að innviðinni séu í lagi. Þetta hefur verið dálítið stór þröskuldur og við sjáum fram á bjartari tíma í því. Ef litið á atvinnuvegina hérna í Skagafirði þá sést náttúrulega að þið eru ekki með öll eggin í sömu körfunni.
hverju hefur það skilað í raun og veru gagnvart bara styrk atvinnulífsins í Skagafirði 2018? Já, þetta skiptir alveg gríðarlegu máli og það hefur þetta orðið áfull hér í atvinnulífi eins og annar staðar og fyrirtæki kannski, já, einhver hafa bara ekki lifað af en sem betur fer fjölbreytnin alveg gríðarlega mikil, bæði frumframleiðslu, þjónustu, fullvinnslu og atvinnulífi óvíða vil ég meina á landsbyggðinni meira heldur en hér, öflugri fyrirtæki og meiri fjölbreytni og þetta bara skiptir mjög miklu máli og líka þegar fólk að íhuga Skagafjörð og Sauðárkrók sem búsetuvalkost. Hingað kemur fjölskylda og eiginmaðurinn vill fara í eitthvað og eiginkonan annað og það þarf að finna öllum sinn stað og fjölskyldunni sinn sess og þá skiptir máli að þú hafi fjölbreytnina. Það eru þessi afleiddu störf sem að taka æ meira pláss eða hvað? Já, þau eru að skipta sífellt meira máli og menn eru alltaf að leita leiða til þess að skapa verðmæti úr því sem áður að tala í sóun og við erum að fá erindi af öllum mögulegum toga, ég meina núna síðast kom erindi frá aðilum sem eru að spá í metangasvinnslu. Það eru heilmikið verðmæti sem fara á túnbænda hér í Skagafirði. Það er að nýta þau til þess að skapa bæði verðmætar afurðir og störf. Þetta er alltaf að tikka meira og meira inn. Þá erum við einmitt komið kannski að því sem er mest spennandi og það er að spá í framtíðina. Hvernig sérðu atvinnumál í Skagafirði í framtíðinni? Já, nú er erfitt að spá því að það er náttúrulega veldisvöxtur á svo mörgu bara í þróuninni. Við sjáum hvað er að gerast í grunnskólanum okkar. Spjaldtölvuvæðing, netvæðingin, virtual reality, hlutinni gerir svo hratt núna og spár segja náttúrulega til það að fjöldi starfa mun hverfa af þessum hefðbundnu störfum og það koma ný störf sem er mjög spennandi og þetta er áskorun fyrir okkur sem sveitafélag að við erum alveg börnin okkar í grunnskólum, leikskólum, hvaða störf bíða þeirra eftir 10, 20, 30 ár. Mörg af þeim störfum sem við sjáum í dag verða horfin, þannig að við þurfum að leggja áherslu á það að þessi unga kynslóð sem náttúrulega er frábær, að hún verði í stakk búin til þess að takast á í nýjar áskoranir og ég held að frumframleiðslan hún mun ekki, að sjálfsögðu ekki hverfa, hún mun kannski minnka, störfin munu breytast, það mun verða meiri sköpun, hugmyndaauðgi skiptir öllu máli og ég held að þetta verði, ég er allavega mjög bjartsýn á framtíðina, þetta verði góð störf sem að eru svolítið ögrandi. Kaupfélag Skagfirðinga er umfangsmikið á sviði verslunar á félagssvæði sínu. Segja má að kaupfélagið hafi verið í verslunarrekstri frá stofnun félagsins árið 1889. KS rekur 4 matvöruverslanir ásamt öðrum sérvöruverslunum. Skagfirðingabúð við Ártorg á Sauðárkróki er flaggskipið í verslunarrekstrinum. Húsnæðið er 4000 fermetrar. Þar erum við með matvöru og sérvöru í einni búð og hún er svona stór, björt og skemmtileg. Það er stundum sagt að þarna fáist allt, þetta sé svona alvöru kaupfélag. Já, það hefur eiginlega oft verið talað það ef það fæst ekki í kaupfélaginu þá þarfst ekki á því að halda. En það er nú kannski breytti tímar í því í dag. Núna tölum við eiginlega ef svo ólíklega vill til að það fæst ekki í kaupfélaginu þá getum við reddað því með næstu ferð. Hvernig lítur þú á markaðinn, við hverja er kaupfélagið helst að keppa? Já, við erum náttúrulega einblína á bara þjónusta þetta nærsvæði okkar og þeir sem eru að reka verslanir nálagt okkur eru svona okkar helstu keppinautar. Hvað með netverslanir til dæmis? Netverslanir, já, þær hafa náttúrulega komið mjög sterkar inn núna á undanförnum árum og það er svona eitthvað sem við höfum svona verið að reyna að bregðast við, en við finnum virkilega fyrir þeim. Eru þið sjálfir að stunda innflutning einhvern? Já, við flytjum töluvert bæði af sérvöru og
og svo kallari þurrvöru inn ásamt byggingavörum og fleira efni, en það er svona í kannski hóflegu magni við einblínum náttúrulega á að reyna að ná bara sem bestu verðum. You've been walking the streets. Færum okkur næst yfir í Varmahlíð. Flestir landsmenn þekkja líklega þá verslun og þjónustu sem þar er í boði. Viðamiklar endurbætur standa nú yfir í Varmahlíð. Þá tekin ákvörðun að breyta bæði inni og úti og taka bara allt svæðið í gegn í einum rykk. Er það þá veturinn sem að verður nýttur í þetta verkefni? Já, nú þegar erum við byrjaðir og það eru smiðir og píparar og málarar sem eru og rafvirkjar sem eru við störf þarna bara nú í þessum tölugu orðum. Ég er að vonast þess að veturinn við náum að klára bara sem mest í vetur og vera klári næsta sumar. Þannig að þarna verður mikil breyting? Já, það er staðurinn fær mikla uppliftingu sem var komin full þörf á. Höldum aftur til Sauðárkróks. Verslunin Eyri sérhæfir sig í vörum og þjónustu við byggingariðnaðinn og bændur. Já, og þjónustar bæði byggingavörumarkaðinn, verktakana stóru hérna á svæðinu og svo bændur með ört stækkandi starfsemi hjá þeim hefur svo þjónusta aukist mikið hjá okkur. Það er mikið að vera í byggingagreinum, það er byggt víða, þannig að það er mikið að gera á Eyrinni. Já, það hefur verið mikil uppbygging bæði hérna á Króknum og svo bara í Skagafirðinum út alla sveitir. Og það sést vel á veltunni hjá ykkur á Eyrinni? Já, þetta skilar sér beint þar inn. Samgöngur eru forsenda þess að byggðarlög fái tækifæri til þess að dafna og þróast. Flugfélagið Ernir hóf nýverið að fljúga reglulega milli Sauðárkróks og höfuðborgarinnar. Skagfirðingar fagna þessari nýjung í samgöngumálum. Þetta er svo þjónusta sem við vorum búin að hafa hér árum saman og svo var þetta tekið af. Nú er þetta komið aftur, vonandi til að vera. Það þarf kannski svona smá tíma til þess að fólk átti sig á því að þetta sé komið. Þetta er til dæmis fyrir fyrirtæki gríðarlegu tímasparnaður ef að hægt er að til dæmis að sækja ráðstefnu eða fundi og fara fram og tilbaka sama daginn. Það er 1 dagur í viku sem er flogið fram og semst 2 ferðir og svo er þetta náttúrulega kannski tækifæri líka að frá ferðamenn á Norðurland. Erlendi ferðamenn eru kannski ekki alveg tilbúnir að keyra í hálku og hríðaveðri. Sigríður segir að sveitastjórn hafi lengi barist fyrir þessum flugsamgöngum. Er að ræða tilraunaverkefni til 6 mánaða. Skagfirðingar hafa í gegnum árin bent á að Alexanders flugvöllur henti vel sem varaflugvöllur fyrir millilandaflug. Hér er bara nánast alltaf fært. Það held ég megi segja og hér eru náttúrulega miklu eins og til dæmis fyrir ef við berum saman við Akureyri, það eru auðvitað miklu þrengri fjörðurinn og erfiðari lendingarskilyrði. Þegar þið eru að tala við ráðamenn, nefnið þetta þá? Já. Þessu höfum við alveg komið á framfæri. En hvað með í erlenda ferðamenn? Sérðu fyrir þér að ferðamennskan til dæmis, hún geti hagnast á þessu eitthvað? Já, ég sé fyrir mér að það sé alveg hægt að skipuleggja hér ferðir. Það eru dæmi það til dæmis eins og Höfn, að það eru ferðamenn sem fljúga þangað, það taka rútur við ferðamönnum. Ég sé fyrir mér að þetta eigi alveg að geta eflst. Sigríður bendir einnig á vaxandi umsvif Sauðárkrókshafna. Verulegur vöxtur hefur verið í lönduðum afla fiskiskipa á undanförnum árum. Skipafélögin sigla reglulega til Sauðárkróks í tengslum við millilandasiglingar og Skagfirðingar binda vonir við komur skemmtiferðaskipa.
Næst höldum við í fyrirtækið Atlantic Leather á Sauðárkróki sem sútar lambskærur og fiskroð. Starfsmenn eru hátt í 20. Sko gærurnar koma nú bara hérna í nágrenni við okkur, hérna Sláturhús KS. Við með roðinn, það að koma töluvert aðeins frá Dalvík. Nú síðan höfum við fyrir að fá lax héðan og þaðan. Svona eftir hvar hann fáanlegur. Oft höfum við líka farið til Færeyja, til vini okkar þar, sem eru með gífurlegt laxeldi. Það svona eftir hvar réttarháðan fáanlegt. Þið eruð að vinna úr auka afurðum sem að ég verða að umtalsverðu verðmætum. Já, það gífurleg virðisauki í þessu. Við getum svona sagt að gæran sjálfsagt 6-faldar virði sitt í þessu. Þetta jú frekar mannfrekur innaður að mörgu leyti þó að það sé ekki eins mannfrekur eins og mokkin sem eins og framleitur hérna var. Og roðið, það örugglega 10-faldast. En það nú svolítið þannig sko að roðið lítið skinn, gæran stórt skinn, en það ekki eins mikill munur á handtakafjöldanum eins og skinnastarinn segir til Þeir eru væntanlega háð tísku sveiflum eða hvað? Við erum háð því að fylgja tísku sveiflum í litum og reyna að finna réttu áferðirnar og eitthvað sem að sko passar inn í það sem að gerast. Og við erum núna sko að nýkoðina utan og við erum að horfa á hausti 2019 núna. Ferðaþjónustan svo atvinnugrein sem hefur vaxið hver hraðast hér á Íslandi á síðustu árum. Skagafjörður þar engin undantekning. Ferðaþjónustu fyrirtækjum hefur fjölgað umtalsvert. Ég held svona að helstu styrkleikarnir okkar séu fjölbreytnin. Við erum með rosalega fjölbreytt úrval af þreifingar. Við erum auðvitað með náttúruna og eyjarnar okkar fallegu. Með fuglalíf og svo erum við með menningartengda ferðaþjónustu, við erum með flúðasiglingar, íslenska hestinn sem við viljum nú helst eigna okkur og það eiginlega bara hægt að telja endalaust upp. Gistirýmin hafa verið að aukast, það hafa verið að bætast við gistiheimili en ekki svona þessi stærri rými, þau hafa ekki endilega verið að aukast, við höfum ekki verið að fá þessi stærri hótel sem að geta tekið á móti stórum hópum. Við erum með hótelið hérna sem heimavist á veturna, það munar það á sumrin. En það væri held ég alveg gott að geta tekið á móti stærri hópum líka í veturinn. Þið hafið rýnt í ferðaþjónustuna nokkuð rækilega á undanförnum árum. Hverjir eru helstu veikleikarnir? Það alltaf spurning hvort maður að tala veikleika eða kannski þetta ekki bara kannski áskoranir allt saman en ég held kannski að ef það tala þessa veikleika þá hefur við svo sem ekkert verið að fá þessa holskeflu af ferðamönnum sem við höfum verið að sjá annars á landinu. Það hefur verið að aukast jafnt og þétt. Kannski ættum við bara að horfa á það sem styrk að við getum þá horft til þeirra sem hafa verið að fá alla ferðamennina og séð hvað hefur verið gert vel, hvað gengur vel, hvað við ættum ekki að gera. En ég held kannski að ég myndi líta á þannig. En tækifærin, hvar liggja þau? Ég held að flestir ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði geti tekið á móti fleiri ferðamönnum heldur ekki í dag. Og ég held að það sé alveg tækifæri til að gera eitthvað meira, kannski eitthvað nýtt og öðruvísi. Það að opna stórt tækifæri finnst mér með Norðurstrandarleiðinni eða Arctic Coastway sem að fer hérna í gegnum Sauðárkrók og í Fljótin og út á Skaga. Ég held að það geti alveg verið tækifæri þar fyrir okkur sem erum á þessum svokölluðu jaðarsvæðum. Þannig að það eru ótal tækifæri. Hvað með samvinnu milli fyrirtækja í ferðaþjónustu, hún góð?
Já, hún góð. Við erum með félagferðaþjónustuna í Skagafirði þar sem eru bara flestir sem eru í ferðaþjónustu í því félagi og sveitarfélagið í samstarfi við það félag gefur alltaf út bækling árlega. Svo í fyrra þá fórum við í stefnumótunarvinnu, gáum út skýrslu og það bara nýlega búið að koma á fót samstarfshópi sem það með fulltrúum frá sveitarfélaginu og félagi ferðaþjónustunnar. Það sem hefur það markmið að vinna úr þessum hugmyndum og koma þeim í framkvæmd. River rafting byggir orðið á bara gömlum merg í raun og veru. Þetta ferðaþjónusta sem að stenst tímastönn? Já, algjörlega. Það náttúrulega algjörlega bara sérstakt að fara í svoleiðis siglingar og ekki bara það þá adrenalín kikkið heldur bara náttúrufegurðin í þessum gljúfrum alveg ólýsanleg. On Hoffman Boulevard, Parisian music drifting from the bar. Á vegum Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru reknir 3 grunnskólar á 5 stöðum í sveitarfélaginu. Leikskólar eru á 4 stöðum og innan grunnskólans rekinn tónlistarskóli þar sem allir eiga rétt á námi. Sviðsstjóri fjölskyldusviðs og fræðslustjóri segir að sveitarfélagið leitist við að undirbúa nemendur undir breytta atvinnuhætti samfara svokallaðri 4. iðnbyltingu og hún segir lykilatriði að foreldrar taki virkan þátt í skólastarfinu. Okkur náttúrulega uppálagt að undirbúa þessa nemendur okkar undir líf og starfi í nútíma samfélagi og við vitum það auðvitað að þegar að þau fara út á vinnumarkaðinn, þessi nemendur sem við erum að mennta núna, þá mun umhverfið verða allt öðruvísi heldur en það sem við þekkjum í dag og tækniþróun náttúrulega á flegi ferð. Þannig að við erum auðvitað eins og aðrir, við vitum ekki nákvæmlega hvað bíður þeirra, en í þeim tilgangi að svona efla þau til þess að takast á við sinn tíma, þá höfum við lagt mikla áherslu á kennslu í upplýsingatækni og nýjustu verkfæri sem að við búum yfir og höfum farið í að spjaldtölvuvæða alla nemendur og kennara, lagt mikla áherslu á það og breytt kennsluháttum, þetta kallar á breytta kennsluhætti þessi nýja iðnbylting eða upplýsingabylting. Og samfara því auðvitað mjög mikilvægt að efla kennslu í til dæmis gagnrýnni hugsun, í samskiptum, siðfræði, vegna þess að með þessari nýju upplýsingatækni að þá vitum við að magn upplýsinga og flóð, frétta og allt þetta, það náttúrulega svo mikið að það kemst enginn yfir að fylgjast með í öllu. Þess vegna mjög mikilvægt að ungt fólk tilengi sér líka ekki bara kunnáttu og tæki og kunnáttu í forritun og forrit og allt það, heldur líka að sortera úr, vega og meta, kunna samskipti. Þannig að við erum svona svolítið á þessari ferð núna að nálgast þessa nýju tækni með þessum hætti. Hægt að fullyrða það að skólastarf í Sveitarfélagi Skagafirði sé framsækið? Ég held að við getum alveg sagt að við séum framsækið skólasamfélag og ég vil líka bara koma því að við höfum skólasamfélagið hefur notið mikils velvilja og skilnings yfirstjórnar sveitarfélagsins og atvinnulífsins sem hefur komið myndarlega að með fjárframlögum og styrkjum til okkar til þess að fara í þessa upplýsingatækni væðingu, ef við getum kallað það svo. Hvað með foreldrarna spila þeir með? Foreldrar verða að spila með vegna þess að það skiptir auðvitað þessi börn og ungmenni öllu máli að foreldrarnir hafi líka þessa þekkingu, að minnsta kosti að hluta til, skilning og getur stutt börnin sín í að afla sér þeirrar færni sem að þau þurfa á að halda þegar þau fara út í samfélagi sem unglingar og fullvaxta fólk.
mig ekki þá, vildi mig ekki síðar og þú vilt mig ekki enn. Vonandi erum við að fá sterka einstaklinga fyrir þá fjármuni sem við setjum í skólastarfið og ég vil leyfa mér að segja það að við höfum í gegnum tíðina og ekkert síst frá hruninu að þá höfum við svona, hvað ég að segja, sett skólamálin í forgang og hugsun og gerð og búnað barna í samfélaginu, þannig að ég vil meina það að það sé vel af málum staðið hér hjá okkur. Það við hæfi að enda þessa þáttaröð atvinnumál í Skagafirði á framtíðinni æsku landsins. 8. og síðasti þátturinn atvinnulífið í Skagafirðin á enda. Allir þættirnir eru aðgengilegir á heimasíðu N4.is.